Alma Jenny Guðmundsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Þú vaktir mikla athygli þegar þú gekkst inn í Landsbanka Íslands síðastliðinn föstudag þegar fólk var að mótmæla við setningu Alþingis. Já. Þá fórst þú inn í Ríkisbankann, Landsbankann og fórst í þín prívat mótmæli, við getum kallað það, og þá varstu fyrst og fremst að mótmæla afskriftum Ríkisbankans á lán hjá stórfyrirtækjum. Já. Við skulum kíkja á frétt Svavars Halldórssonar frá því á föstudag áður en við ræðum betur saman. Konan kom í bankan og krafðist með hrópum réttlætis og mótmælti milljarða afskriftum til handa fyrirtækjum sem tengjast Halldóri Ásgrímssyni fyrrverandi forsætisráðherra og eins fyrirtækjum sem tengjast Björgólfsfeðgum. Ég hef fullt málfrelsi! Fólk dreif að og öryggisverðir Landsbankans réðu ekki við aðstæður og kölluðu til lögreglu. Ég er dregin hér út, ég trufla starfsemina, sagðu þeir. Liðsauki lögreglu kom á staðinn og inn í andirið sem var búið að loka. Hann gerði ekki af þessu stafnum, það er ég. Hér voru kannski 10-15 manns þegar atvikið varðin á 2 til 3 mínúndum fjölgaði fólki á horninu og nú eru líklega hér á milli 200 og 300 manns og fólki kallar eggjum í Landsbankann. Þeir eru búin að loka hérna hurðinni, fólk að teki bara svona inn og út, af því ég er svo hættuleg. Það er svo hættulegt að segja sannleikann á Íslandi. Alma Jenny, þú ert stórhættuleg. Já, ég er alveg stórhættuleg kona. Og segir sannleikann, að þinn sannleika, en segðu mér, hvað var til þess að þú fórst inn í Landsbanka þennan dag? Sko, ég hef fylgst ákaflega vel með því sem hefur gerst bæði frá því fyrir hrun og eftir hrun og eins og allir velt fyrir mig leiðum og svona verið að horfa á viðbrögð stjórnvalda. En mér finnst ástandi vera þannig að bankarnir eru bara stjórnað eins og það gerði 2007 og ég bara hugsaði sko það lágmarkaðir fá að heyra það. Það lágmarkaðir viti að fólk er ekki í því meðvitundaleysi þegar það bara lokaði augunum og það lágmarkaðir heyri smá gagnrýni. En þú æðir þarna inn þennan dag og þú, hvað segir? Þú stendur inn í miður bankanum og kallar yfir fólkið. Já, sko ég var hann á mótmælunum og hérna þessu að ræða það við fólk hvort að því finnist ekki að tímabært að fara að láta bankana vita aðeins af okkur og hvort við ættum ekki að fara yfir í Landsbanka, Ríkisbankan. Og allir segja, jú en engi gerir neitt. Og ég svona beið aðeins og stóð mótmælin en hugsaði bara með mér, já þetta gerist aldrei af því það segja allir, já þetta er sniðug hugmynd en það gerist ekkert, þannig ég bara fór. Og ég fór inn í bankan og hann var fullur af fólki, fullur af kúnnum og starfsfólki og hérna þar satt, þetta var svona svo tannlæknabiðstofu, það sagði engin neitt og ég sérst byrja bara að kalla það niður fólkið að Landsbankinn sé að afskrifa tvist og bast út og suður og þar á meðal á fyrirtæki tengt Halldóri Ásgrímssyni og hans fjölskyldu og það sem ég var eiginlega að gera þarna inni var að spyrja upp á þar ætlum við að halda áfram að fóðra þessar aðgerðir, bankana og ég kallaði þetta 3 svar og þeir báðu mig að hætta þessu og ég hélt bara áfram. Í fyrstunni var einn fullorðinn maður, öryggisvörður eða einhver vörður hjá bankanum og svo komu þarna 2 ungir menn og ætlaði að reyna að leiða þeim út og ég gaf mig ekki með það, ég hefði fullt leyfi til að tala þarna inni. Þess vegna ég truflaði starfsemina og það endaði með því að ég fór í gólfið og þeir svona drógu mig fram. En þeir héldu að þú værir drukkin eða undir einhverjum áhrifum? Já. Þegar lögreglan er komin að þá svo sem gengur ekkert að með mér offorsi en þá spyr ég öryggisverður þessi gamli að mér minnir
hvort að ég sé drukkin. Það hefði gerst þarna í ganginum að ég var eitthvað svona að leggja áherslu á það að ég ætti þennan banka, ég var í hluthafi í honum og ætlaði svona að snerta vegginn, en þá hringdi mér ein lögregla og ég lá þarna í gólfinu og ég ligg í gólfinu og á þessum tíma, ég ligg í gólfinu og ég þarna að reyna að tala við þá, að þá spyr þessi maður svona, stendur fyrir fram að mig, talar í gegnum mig og spyr lögregluna hvort það sé ekki næsta víst að ég drukkin. Og ég segi við lögregluna, sko, því mig prófa það endilega að gera það, því að ég er reglusum á þeim sviðum og drekka ekki. Þá kom næst, sko, alveg ótrúlega spurning hvort að bæri ekki aðtöga hvort ég væri með vopn. Já. Þú varst svona hryðjuverkamaður. Ég var bara alveg hryðjuverkamaður og ég sagði við lögregluna þið getið ekki tekið mig, þið verður alltaf að láta mig vita sko hvaða lögbrot þetta er. Ég er bara að tjá mig hérna, ég nota bara orð, ég tala hátt og ég kalla, en það varð ekkert, sko. En þú skilur viðbröðir samt að einhverju leitið ekki? Jú, ég skil alveg. Þeir veit ekki hvað þú ert? Nei, og var svo sem ekkert að níða þessa menn þannig eitthvað niður. En mér langar að því að það er svo margt annað sem að verður til þess að þú ferð þarna inn. Það er ekki bara þarna, þetta kviknar ekki bara í mótmælunum þennan dag. Nei. Förum aðeins bara í þína sögu. Þú ert reyndar ekki viðskiptum við Landsbanka heldur Arion banka. Já. Og húsið þitt átt að fara upp á 22. september. Segðu mér aðeins bara aðdragandann að því, þú tekur lán 2007, ekki? Já, ég tek lán 2007, kaup íbúð og ég tek sko samanlagt 14,3 milljónir. Nei, 12,9 milljónir fyrir keðu. Tek samanlagt 12,9 milljónir og ég er svo þreytt á þessari umræðu. Ég veit alveg að það fóru margir fram úr sér, en það er bara staðreynd. Og það situr enginn hamingjusamari með flatskjá heima hjá sér að kapna sektarkenndi við því að hafa kollvarpað þessu þjóðfélagi. En það er bara ekki þannig. En strax þegar ég kaupi sérst 2007 og þá fer ég í Arion banka til bankastjóra og hann var svo þreyttur á mér því að ég var stöðugt að spyrja hver eru verðbólguhorfur, ég var að fara að taka lán. Hvað er hagstæðast? Hvort myndi vera áhættu minna til framtíðar að taka gengistryggt lán eða verðtryggt lán og endanum þá ákvað ég að skipta því. Hins vegar get ég sagt þér það, þannig að 2007 að ég er hjá einum af aðalbankastjórum Kaupþings þá og hann var bara orðinn pirraður. Hann var orðinn þreyttur á því að ég var að spyrja ykkur horfur, ykkur verðbólguhorfur til framtíðar, til næstu framtíðar. Og ég sagði honum að ástæðan fyrir því ég spyrði svona var svo að þegar ég kaupi mína fyrstu íbúð 1983 og 4 þá er 120-30% verðbólga og launavísitölu keypti úr sambandi líka síðar. Þannig að þú svona brend af fyrri kaupum en þú tekur sem sagt skiptirlánu, þú tekur 5 milljónir í íslenskum og... Nei, ég tek 5 milljónir í erlendu láni og 7,9 milljónir í íslensku láni. Svo bara strax seinnipartinn 2007 þá hefur gengið bara hrunið svo að afborganir allar út miklu hærri. Hversu var greiðslubyrðin? Hún var í sjálfu sér sko bara mjög góð, ég var í vinnu og hún var 80.000 á mánuði. Og það var eitthvað sem þú gast ráðið við? Já, það var alveg það sem ég gat ráðið við. Það sem svo gerist þessi áramót er að ég veikist og er frá vinnu í 2 ár sem var ekki auðvöldu tími. Og ég er að reyna að halda þessu öllu gangandi. Það fer að draga af mér við að greiða af erlendaláninu og endan þá sem sagt fer ég inn í svona frystingaferli og ég er hálfnuð í frystingaferlinu eða rúmlega það þegar bara sprón hrynur. Hann bara hrunin í daginn þegar ég vaknaði og ég fer að hafa áhyggjur og ég reyna að hafa sambandi sprón. Hvað gerist núna? Ég meina það var allt lokað, það var allt í uppnámi. Þeir segja reyndar að það hafi verið opið eitthvað fyrir síma, einhvers þar í Lámúla eða eitthvað. En í öllu falli þá bara hugsaði já, það kemur í ljós. Nokkrum mánuðum síðar, eftir hrun, þá fer ég að fá greiðsluáskoranir þetta lán, eða upp á þetta lán, og ég segi býttu, það var í frystingu.
Og þá semst átti ég eftir að skrifa undir eitthvað eitt og ég segi já, bara bankinn hrundi, bara því miður. Og ég myndi hvað konan héti sem væri með þetta og annað slíkt. En það er eiginlega svona byrja maður. En staða núna, þetta komið í 24 milljónir. Já, ég tek 12,9 milljónir og legg svo mitt í, restin þetta bara lítil íbúð og í dag skulda ég 24 milljónir. Samkvæmt bankanum. Já. Og íbúðin aftan frá nauðungaruppboð, þú ert búin að fá einhvern frest á því og þarna kemur einhver lánasjóðsskuld inn líka, en mér langar að spyrja þig, hver hafa samskiptiði með bankan verið síðan? Ertu að vinna með honum í því að greiða úr þínu málum? Já, sem betur fer þá náði ég mér af þessum veikindum og hef búin að vera að vinna í sumar og í mínu fyrirtæki. Og hef verið að reyna að sækja eftir samningum en það sem að mér þykir svo óþægilegt það er það að það er búið samkvæmt þessum úrræðum þá er búið að búa til einhvers konar vísitölu og bankinn er búin að ákveða það að þú þurfir að borga svo mikið í bílakostnað á mánuði, svo mikið í matarkostnað, svo mikið í rafmagnskostnað og þar fram til göttunum, lækniskostnað. En þú gerir einhver athugasemdir við það? Þú segir til dæmis að þú þurfir ekki jafn mikið pening í bílakostnað eins og þeir segja, en ertu komin í einhvern staðlað form sem þú þarft að uppfylla og munið er síðan bara kveð upp dóm, þú ræður ekki við þetta, við tökum að rúsið. Finnst þér þetta að vera ferlið? Í upphafi þá er sagt, þú er að fylla út skjal. Þú er að fylla út Excel-skjal. Og ég segi við þá bara, guð minn góður, þetta koma á það stig er ég komin á Excel-stigið, Það þýðir að þú þarft að taka til alla skuldir og þú ert, í raun og veru verðmetin. Og þar eru ákveðnar upphæðir fastar inni sem draga mjög úr þinni greiðslu getu. Til að mynda, þá er það bara föst upphæð, það var föst upphæð 40.000 í bílakostnað á mánuði. Ég hef ekki verið með bíl á lánum. Þannig að þú ert ekki í samræðum við bankann. Nei, það er það sem þú upplifa og ertu bara að bíða í rauninni eftir þeirra niðurstöðu hvort þú haldir þínum eignum eða ekki. Í raun og veru er það. Þannig að þú býður bara eftir nánast byrja við frá bankanum, þið eigið ekki í samræðunum hvernig þið ætlið að leysa úr málunum. Já, eins og staðan er í dag. Ég eins og bara get alveg sagt að þjónustustjórinn minn og útibústjórinn minn þetta vænsti maður. En úrræðin sem þeir hafa, það er ekki endilega eitthvað sem er líkar við. Ég margtalað það, ég er með sérstakt tryggingabréf. Þannig að má ekki taka veð í húsinu mínu fyrir allar þessar erlendu skuld sem búin að margfalda sig. Og ég er alltaf að veifa því og þeir segja þetta skiptir engu máli og ég segi ég ætla að bíða eftir dómum, það skiptir engu máli. Við lögum þetta núna og svo verður hitt laga seinna. Ég hef enga ástæðu til að treysta því. Segð mér annað, þú horfir á mótmælin í gær, þú horfir á mótmælin á föstudag og mæti þau. Og þú mætir. En þú segir að við getum og fólk geti beitt sér með öðrum hætti ásamt í reyndar að mótmæla og láta stjórnvöld vita af óánægju sinni og úrræðaleysi. Hvað viltu að bara neytendur geri almennt? Já, ég er búin að hugsa þetta mál mjög mikið. Hvernig getum við saminast? Mér hefur dottið í konur. Reyndar hefur mér alltaf litist best á hugmyndina mæður. En það er alveg deginum ljósara að ef við erum skilgreind og eitthvað máta hérna þá erum við neytendur. Við erum meira sér neytendur og menningu. Við ferum í leikhús og kaupum það. Við erum hægt að skapa þetta. Þannig við erum að versla í matinn. Við ræktum hann ekki lengur, við erum neytendur frá A til Ö. Og tilfinningin sem hefur þjakað mann, sem hefur þjakað mig og hefur þjakað mjög marga aðra, er nákvæmlega þessi óvissa og það að hafa ekkert með málin að gera sjálfur. En hvað getur fólki gert annað en að láta stjórnvöld vita að þau vilji breytingar? Ég er búin að hugleiða þetta og við erum búin að bíða og stjórnvöld eru búin að senda tilmæli til bankana. Fjármálaeftirlitið sendir tilmæli til bankana. Nú er mál fyrir dómstólum þar sem kemur í ljós að Íslandsbanki er ekki að fara eftir tilmælum. Það eru miklu fleiri bankar sem er ekki að gera það. Þannig að
ríkisstjórnin virðist ekkert geta hjálpað okkur í þessum málum. En ég hugsaði, býtu, en hvað með okkur sjálf? Býtu, ef við hugsum málin, þá erum við ekki svona aðþrengd vegna þess að við erum valdamesta fólki í landinu. Útskýrðu það betur. Við erum valdamesta fólki í landinu og við ráðum því nákvæmlega hvernig það fer. Íslendingar voru í vistabandi þar til fyrir tæpum 200 árum síðan sem var bara þrælahald. Ég veit ekki hvort þetta eitthvað gamalt í okkur, við erum heiðvirð. En þetta lojalitet við bankana, af hverju eru við svona lojal við bankan? Þó að láni mitt sé í þessum banka, þá enginn sem skylda mig til þess að leggja launin mínu þar inn mánaðarlega. En ertu þá hvetja fólk til þess að hætta með einhverjum hætti viðskiptum við bankana eða leggja ekki launin sín inn? Einhverjum myndi segja að þetta væri bara hvatning til áhlaups á bankana og það muni hafa skelfilegar afleiðingar. Ég bara heyri það strax að stjórnmálamenn myndi segja nei, guðspænum ekki hvetja til nokkuð svona. Já, þá erum við að, hlutinni, eru ekki, við erum að horfa hlutina annarkvort eða. Við búum í markaðssamfélagi og Guð mig góður hvað við erum búin að heyra mikið markað. Ef við búum í markaðssamfélagi, þá það að vera óanægð með þjónustun í bankanum sem að mismunar fólki gróflega, þar sem að peningarnir eru farnir að vella út úr á þess að þeir geri nokkuð til að hjálpa. Það þýðir það að ég er óanægð með þessa þjónustu og í venjulegu markaðssamfélagi þá fer ég eitthvað annað ef ég er óanægð. En nú er fólk stór skuldugt, bank er einhvern veginn í svona, hvað var að segja, undir tangarhaldi bankana. Nákvæmlega. Og þá segi ég, en hvernig getur í rauninni farið þá í einhvers konar neytendabyltingu gagnvart bönkunum sem að í rauninni eiga þig? Þeir eiga mig, þeir eiga veðin mín, en þeir eiga ekki launin mín. Þeir bara eiga ekki launin mín. Það sem þú ert að segja, hættið að leggja launin í bankana? Já. En þú ert ekki að hvetja fólk, eða ert að hvetja fólk til að hætta að greiða lánum sínum? Nei, það á enginn að gera það held ég. Ekki nema sá sem að hefur verið vit á þeim málum. Og ég get ekki ráðlagt fólki að hætta að borga af lánunum sínum. En hvað á fólk að gera við þennan pening? Á það að setja það bara undir flottan? Borga af lánunum eða hvað sem það gerir. Bara það sem það gerir í dag. Bara ekki að tryggja þeim bönkum sem koma svona fram við viðskiptavini sína. Ég meina banki, hann verður aldrei til. Venjulegu banki getur ekki orðið til nema það séu stöðugar innlagnir. Við getum borgað skuldirnar okkar þarna, en ég heyri allstaðar og ég er ekkert einum þetta, ég er ekki talsmaður þessa, heldur þetta niðurstaða sem að fólk er að komast að og það er eðlilegasti hlutur í heimi. Segjum að ég hafi farið út í sömu búð í mörg ár og indæll kaupmaður, hann hefur séð mig fyrir mjólk í öll þessi ár, en ég er búin að kaupa súra mjólk núna í 2 ár og það er fersk og fín mjólk í næstu búð. Er ekki eðlilegast í farið þangað? Þannig virkar frjáls samkeppni og það skal aldrei, og þjóðin má aldrei sitja uppi með það að hún hafi gjörbylt ykkur og fellt ykkur á banka. Þegar þú lendir í veikindunum, þá kemur einmitt þessi erfiða staði hjá þér, þú ert ekki með laun, þú ert á atvinnuleysisbótum tímabundið. Þú tekur það ákvörðun að fara til mæðrastyrksnefndar sem að hlýtur Já, ég átti ekkert val. Þú áttir ekkert val. Nei. En þetta er stórt skref og það eru margir sem upplifa þetta sem í rauninni erfiðustu spór sem þeir þurfa að stíga. Já. Var það ekki þín tilfellið það sama? Nei. Það var í raun og veru, auðvitað var það einhverju leyti. En hins vegar þá hugsaði ég alltaf, hér sit ég í þessum aðstæðum, ég hef greitt skatta í 33 ár, oftast verið opinber starfsmaður. Ein með börnin mín og er mjög ánað, ég bara lagt höfuð áherslu á að koma börnunum mín til manns og mér finnst það hafa gengið vel. En þannig að ég upplýði aldrei að ég bæri einhverja sök, hins vegar var ég afskaplega reið. Ég var svo reiði við því að vera sett í þessa stöðu ásamt svo mörgum öðrum. Margar vinkonur mínar í þessari stöðu. Margar vinkonur mínar. Og ég var á bíl, þannig að þær höfðu farið og voru að fara í strætó og svona og ég segi stelpur, förum saman. Og ég hugsaði með mér áður ég fór, ég
Ég skal aldrei láta berja mig niður á það stig að ég standi niður beygði í þessari röð og ég málaði mig sérstaklega mikið, fór í fín föt og bar mig vel. En þarna ferðu, og þú leitar eftir félagslegum stuðningi vinkvenna þína til þess að fara með hópi. Nákvæmlega, og ég ráðleg... En það eru margir sem eru bara hreinlega einir og það væntanlega miklu erfiðara fyrir þá að standa í biðröð eftir mat. Nákvæmlega, og sko, en málið að til dæmis í þessari biðröð sem ég er búin að standa nokkrum sinnum í, það afskaplega vænt fólk og ég veit ekki hvort sko, það dapurt, það rosalega dapurt. Þetta er bara ofboðslega sorglegt í raun og veru. Já, mjög sorglegt. Mér langar að nefna annað við vegna þess að þú ert búin að vera með ferðaþjónustu fyrir fatlaða í 20 ár. Já. Og þú hlýtur að finna hjá þessum hópi eitthvað óöryggi vegna aðstæðna. Já. Og jafnvel fjölskyldu þeirra. Hvernig bitnar þetta helst á þeim? Sko, við skulum muna það að þessir einstaklingar, þó þeir kannski gætu borið hönd fyrir höfuð sér að þá eru þau yfirleitt þannig stödd að þau bíða alltaf eftir að við höfum frumkvæði að einhverju. Ég þekki einstaklinga systkini sem að ólust upp hér í Reykjavík hjá foreldrum sínum, þau eru fötluð bæði, þau eru ofsalega dugleg, unnu úti og byggu heima hjá foreldrunum og síðan deyr móðir þeirra. Þau halda áfram að búa hjá föður sínum og halda áfram í sinni sko, gegnu og góðu vinnu og borga sína skatta. Þau eru orðin fullorðin, eru svipum aldrei og ég og pappið er í dáin. Þau takfa ákvörðin að flytja að Sólheimum í Grímsnesi sem er yndislegu staður og þau eru mjög sæl og glöð þar. En þau eins og svo margir aðri fatlaðir einstaklingar fóru þangað með nesti og nestið er sko arfurinn frá mömmu og pappa og líf með fötluðum einstaklingi, það er svo eðlilegt að foreldri manneski sem er fötluð gerir allt til að verja viðkomandi og þetta var þeirra arfur, þetta var þeirra lífeyrissjóður og hann er lagður í bankana og það á að ávaksta allt bara í botn. Auðvitað sér starfsfólk og aðstandendur en það er alveg sama. Þau eru bara í sömu stöðu og aðrir að þessi lögðu inn til að spara, að þessu var bara spreðað hingað og þangað í ykkur sjóði og nú er allt tapað. Og þau töpuðu öllum sínum peningum og þetta á auðvitað eftir að koma niður á þjónustunni líka en varðandi bankana að þá er þetta svona og mig hefur oft langað, ég ætla bara að segja það, mér hefur oft langað til að fara niður á Alþingi með þessum vinum mínum og hitta þessa bankastjóra og spyrja sko hvað þeim gangi til og hvernig þeir geti þetta. En gerir fólk sér grein fyrir því nú, veit ég þú varst á mótmælunum í gær og það er verið að skilgreina fólkið sem kemur á mótmælin. Já. Þetta er fjölskyldubilding eða það sáðust einhverjir nýnasta fánar og svo er einhverjir ofbeldiseggir og annað og það er alltaf verið að reyna að leita í hvers konar einstaklingar mæta þarna. Já. Þú sagði mér reyndar áðan að þetta hefði verið svona dálítið hafið yfir pólitík. Já. Þú sagði mér líka frá konum sem þú hefur hitt sem að er í bara raunverulegri neyð. Segðu mér aðeins frá því. Hvers konar manneskjur hittur þú þarna í gær? Sko, ég hitti alveg ótrúlega margt fólk og það komið til mín svona dísent, fallegar, góðar konur þakkaði mig fyrir að hafa farið þarna inn í bankan. Ég upplifði reyndar í viðtölum mínum við fólk að það væru sko, já bankarnir, þeir eru mjög slæmir. En svo hitti ég eina vinkonu mína sem ég ekki hitt lengi, það er hámenntuð kona og hún er einstæð móðir eins og ég og fleiri vinkonur mínar sem er ekki óalgengt eða bara sjálfstæð móðir. Hún á 8 ára dóttur og það sem sagt hún hafði veikst svo þessi dótturinnar, hún fekk veirusýkingu og hefur bara verið mjög veik síðan. Nú þessi vinkona mín hún missi vinnuna, hún er í 5 mánuði á spítala með barnið og reynir náttúrulega að sinna því eins vel, hún er að reyna að ná sér í vinnu hingað og þangað. Æðruleysið slíkt sko að það er með ólíkindum.
semst vinnan hennar farin, íbúðin farin, engin stuðningu við barnið og hún á leiðin út. Ekki, sko, bara engin, það skal engin segja mér það að það setja að kalla svona konu, svona móður, eins og, sko, annarkvort erum við mæður eða við eigum mæður. Sko, kalli hann ekki skríl, bara kalli hann ekki skríl. En mótmælin í gær, það verið að deilum tölurnar en niðurstaðan líklega 8.000 Íslendingar koma, standa fyrir utan Alþingi og þetta svona ákall til stjórnmálamanna, 63 þingmanna og ráðherra. Segðu mér bara eitt, hvað viltu að þetta fólk geri? Segðu mér bara í fáum orðum hvað viltu að þeir geri og það helst í dag. Fyrsta lagi að það er að vinna saman. Sko algjört grundvallarskilyrði og ég ætla bara að segja við þá núna sko að þeir megi taka okkur til fyrirmyndar við sem vorum á Austurvelli í gær vegna þess að það var alls konar fólk með alls konar stjórnmálaskoðanir en sko stjórnmálaskoðanir sko virtust vera sko bara nánast lúxus vandamál vegna þess að við vorum öll í sömu stöðinni sem vorum að í gær. Það er að segja við höfum áhyggjur af framtíðinni, við höfum áhyggjur af framtíðinni fyrir börnun okkar, sum okkar eiga ekki fyrir mat lengur, sum af okkur eiga börn sem ekki eiga fyrir mat lengur, þannig við vorum öll í þessari sömu stöðu og það hvort þú kýst þennan eða hinn flokkin, það bara var ekki til umræðu. Þetta er sko bara algjört prinsipp. Það þarf að fara sko, sko Alþingi Íslendinga, stjórnmálamenn, þeir fara í framboð, þeir fá styrki frá ríki og þeir fá styrki frá einstaklingum. Og það hefur verið lenska og það hefur viðgengist og það er leyfilegt hjá Alþingi að þegar þeir fá styrki, að þá setja það, þá búar til nýja kennitölu og fyrirtækið heitir kannski Jónína Jónsdóttir framboð. Þessi félög eru skilgreind sem velferðarsamtök eða góðgerðarsamtök. Þessi félög þingmannana og borga þar alveg ekki skatta. Sko, hvað viltu sjá þau að gera? Ég vil sjá þau vinna saman, ég vil sjá þau horfa í eigin barm, en fyrst og síðast, talið við okkur, ekki í gegnum aðra, talið við okkur, hlaupið ekki undan okkur. Við erum ekki óvinirnir. Alma, Jenny Guðmundsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að fá að vera hérna. Takk. Ég geti sendt post á navi@ru.is. Við þakkum fyrir í kvöld. Verið sæl.